ég alltaf fæddur hérna og uppalinn, sko, og eins og ég stundum sagt, og get ekki það gert. Ég var fyrst hér í barnaskóla í Holti og síðan í héraðsskólanum á Núpi og síðan í framhaldi þá hérna fer ég á Bifröst og í framhaldi af því þá æxlast hlutir hann í gegnum hérna skólabróður minn sem var kaupfélagsstjóri á Djúpavogi að hann ræður mig þangað þá áttur að vera bara afleysing sem að breytist svo í 2 ára jobb. Og fædd í Reykjavík, 5 ára þegar mamma og pabbi flyttu í Búðardal, elst upp þar og geng þar til skóla. 17-18 fer ég í bæinn með mínum fyrrverandi, býð þar og eignast barn og svo kemur að því að við þurfum að fá vinnu, förum saman á Djúpavog, ég og minn fyrrverandi, og í vinnu. Hann fer í mötuneyti að elda og ég fer í frystihúsi og náttúrulega ekkert gaman að því og bið Árna vinnu í kaupfélaginu. Þar. Vel að merkja, ég var búin að vera í fæði þannig í mötuneytinu hjá þínu hurfum. Já, og þeir voru í kór saman. Og við vorum í kórnum og allt. Góði vinir, félagar. Þar með kynnumst við. Já, ég reði í búðina. Já, aldrei ráðið skoðan starfskraft. Og þú varst þar með æfir á henn. Æfir á henn, sko. Já, býtum við, hvaða dagur er? Þarf ekki að fara að skila mjólkurskýrslunni. Og svo var það, bústofsskýrslan. Það verður alltaf að passa sig að vera á réttum degi, annars fer allt í klessu. Já, ég var nú búinn að segja einhvern tímann, sko, ég fyrir löngu að ég ætlaði nú alveg örugglega að vera sá síðasti sem að færi frá Vestfjörðum og ég ætlaði að sjá að slökkva ljósin, sko. En það verður bara einhver annar að sjá það. Hvað við segja, yfir staðið, þetta ferli að stoppa hér búrekstur og selja gripi og hluti, vélar. Sem að ég auðvitað veit ekkert nákvæmlega hvað tekur langa tíma. Eða hvernig það gengur, en ég hef ákveðna væntingar það að ég og við þurfum að koma standandi út úr þessu. Sko, hérna er ég með fyrstu, turbínu skrúfuna sem að föðurbróðir minn smíðaði. Það sem þeir bjuggu á Kotnúpi í Dýrafirði. Og þetta er sem sagt endi af girðingarstaur og svo er bara blikkflötur, neldar á hérna með svona tommustifti. Og gat í og öxull hérna í gegn og þetta var sett á í svona lænu. Og svo var vatnsbunan féll í cirka meter fallhæð. Og upp á efri endanum á öxlunum var dínamóra reiðhjóli. Og þetta var gert til þess að geta hlaðið rafgeymirinn til þess að geta hlustað á útvarpið þegar útvarpið kom. Það er að segja, þeir voru einhver misseri áður látnir draga sem unglingar eða strákar, draga rafgeyminn út af Núpi, þar var rafstöð til þess að hlaða, en það var svo leiðilegt og erfitt að draga geymirinn að þeir fóru að hugsa aðra leiðir. Og því vorum að tala um að sakna einhvers. Vatnið, kalda vatnið. Það er bara eitthvað við þetta vatn. Við nú oftar að hlæja að því þegar mamma og pabbi bjuggu í Noregi í 20 ár og þegar þau komið til landsins, þá komu þau náttúrulega oftast hingað og stoppuðu kannski í viku. Það er bara, mamma bara hékk á krananum. Henni fannst þetta svo gott vatn. En það er alveg satt, það er ofboðslega gott vatnið.
við höfum ákveðið að taka millilendingu meðan að þetta skýrist með því að við höfum leigja okkur íbúðarhúsnæði í Búðardal vegna þess að við stefnum í þá átt. Ástæðan fyrir okkar ákvörðun hér að hætta búi þar sem enginn sýnir áhuga, eða sko, jú, hafa sýndur áhugi en enginn virðist geta fullustað það að kaupa búið til áframhaldandi rekstra. Þá þetta ekkert sérstaklega sár ákvörðun hjá okkur að hætta hér. Við vorum reyndar bara löngu búin að ákveða og það ekkert að pirra mig eða angra mig einhver eilíðar ættjarðar ástöðu. Ég hef sagt það í gríni, ég búinn að vera hérna í 60 ár í aðalatriðum og horfa á þessi fjöld þennan tíma og ég þarf ekkert að horfa á þau lengur. Það til að komast nær sérstaklega börnunum og barnabörnunum. Þá hef ég ekkert miklar áhyggjur af tilveru minni eða hvernig dagurinn reiðir af. Ég hef áhugamál og alltaf eitthvað sem ég get fundið mér til að hafa fyrir stafni og tala ekki allt dótið. Það búið að vera margir dagar í að fara í gegnum safnið gegnum árin. Og þar ég búin að raða dálítið verkefni í nokkra kassa sem ég ætla að fara betur í gegnum í rólegheitum, sko. Ég náttúrulega ætla ekki að, við förum ekki bara svona 1, 2 og 3. Taka bara smátt og smátt, dót og dót en við erum alveg búin að ákveða það að ég ætla ekki að vera annan vetur. Þannig að vonandi verðum við búin að losa okkur við skepnurnar. Og eyðum jólunum, já, í helst ekki hátt. Nei. Þú þekkir bransa, já. En ég vil heldur ekki fara þannig að það vilja enginn kaupa þetta, sko. Það mikið. Já, þegar það liggur fyrir, sko. Hvað? Nei, hvað sem nei. Ok, Ef við tökum þrennuna, COVID, Putin og Seðlabankann, þá það viðbót á það sem var veikt fyrir í þessum búrekstri. Það að segja, það sjálfu sér eimir eftir af hruninu og afleiðingu þess, allavega hjá okkur. Þannig að þegar þetta þrennt bættist ofan á, þá var náttúrulega þetta allt enn verra og þessi tilraun til að bæta eitthvað upp sem var allt of veik. Þar segja þá tala spretthóp, ráðuneytisstjórahóp og afurðir þeirra til bænda, þá fær maður það ekki til að stemma það sem maður heyrir svo á góðum degi að það talað matvælaöryggi
og svo hins vegar hvernig umgjörð eða við hvað á landbúnaðurinn eða matvælaframleiðslan að búa. Þetta samantekið, það bara stemmir ekki. Sko, það var alltaf okkar vilji og plan, getum við sagt, að við vildum helst að þetta seldist sem bú í rekstri áfram og það var nú hérna fram eftir voru svolítið væntingar það og það voru aðilar sem voru hérna að skoða og sýndu áhuga. En það hefur allt runnið upp fyrir. Þannig að nú er ég og við að selja þetta í pörtum bara og til þess að það fari nú þokkalega þá verður bara að hafa gögn gripina, gögn vélarnar og hérna á hreinu því að það verið að hringja og maður er mikið í símanum. Svo hérna, þegar þetta söluferli komið í gang, þá náttúrulega verður bara að hafa þannig hlutina svolítið á hreinu að maður viti hvað maður er að gera. Og ég bara hef þessa möppur við hendina allan daginn eiginlega núna því að það er síminn og hérna og heimsóknir og ég verður að hafa eitthvað kontról á þessu. Hérna er til dæmis bara kúahópurinn á 3 blöðum og ég verður að merkja inn hérna hvenær væntanlega burðardagar og upplýsa þá sem er að spyrja því. Margir á listan, ég var ekki fyrir það. Þetta er raunveruleikinn í þessum hérna rekstri. Þessari framleiðslu, mjólkurframleiðslu, er sko þannig að auðvitað viljum við öll hafa þetta allt í lagi og hérna enginn að amast í því. Það er tekið, til dæmis, þá mjólkin er tekin hérna 2 í viku, mjólkurbíll og það er tekið þetta sýni úr tanknum sem er svo greint. Og hérna og ef að maður hefur verið óheppinn sem sára sjaldan, ég tek það nú fram en hérna það getur alveg gerst að gæði mjólkurinnar eru það hérna, slök að þau standast ekki kröfur og það er ekki vegna sem maður hafi reynt að gera, heldur er það bara eitthvað sem er í gangi annað líffræðilega eða bilun í tækjum eða eitthvað slíkt. Að þá er sem sagt verðlagningin á mjólkinni til okkar fer eftir gæðunum og ef við erum óheppin og það er gæðafall að þá er verðfelling líka á vörunni og hún er þrepaskipt. Ef það er mjög vægt þá kannski býtur það ekki fast en ef það er dálítið alvarleg gæða frávik að þá er verðfellingin meiri og þá fáum við bara minna fyrir vöruna í næstu útborgun sem þýðir hvað? Það síðasta sem þú borgar þegar þú reynir að borga hérna, rekstrarvörurnar sem þú þarft að nota hér en það síðasta sem það eru eftir það eru launin hjá manni sjálfum. Það hefur alveg komið fyrir hérna þó það sé sjaldan mánuður sem að þú bara átt ekkert eftir til að borga þér út. Það er að koma. Þetta er allt að koma. Þetta er blíða. 12:08.
eins og ég segi, þetta er algjörlega, við viljum gera þetta. Þú getur ekki fengið allt sem þú vilt. Ég get alveg hugsað mér að, ég get alveg búið í blokk, en það er ekki endilega fyrsta lagi hætta á meðan þú ert ekki orðinn eitthvað laskaður til að njóta. Og það er komin barnabörn, 5 á leiðinni, allir í bænum. Við viljum bara vera nær, njóta. Þetta er komin gott. En varðandi að hætta búskapnum, þá er það okkar vilji. Við erum ekki að fara, eins og ég veit svo sem ekki persónuleg dæmi, en ég hef heyrt af því að bændur sem að vilja halda á, vilja bara deyja heim í sveitinni, þeir neyðist þess að fara. Það er sorglegt. En við erum aftur á móti að fara því við viljum fara. Sko, við viljum ekki fara af staðnum, við viljum fara úr þessari miklu vinnu sem er svona langt í burtu frá börnum og barnabörnum. Þetta er svo bindandi, maður getur ekki skroppið að hittast og farið heim til sín aftur samdægus. Tekur alltaf daginn að koma sér á staðinn. Já, ég gæti alveg verið vaknaður. Jú. Nei, maður bara svo niðurlútur eftir rigninguna. Já, það eru hérna þetta flóði allt hérna, núna síðustu nætur. En ég verð vaknaði fyrir 10. Já. Þakkaði fyrir, allt í lagi. Já, bara. Svona er þetta. Það, sko, eitt af því sem maður reyngur sjá í þessu ferli, að hérna, það er greinilega miklu meiri eftirspurn eftir gripum heldur en að ég hafði hugmyndaflug í, sko, þannig að þetta virðist bara hverfa á tiltölulega stuttum tíma. Það gripaflutningabíll að sækja 10 kýr og 10 nautkála sem að fara í Húnavatnssýslur og hérna, já, það er það sem er að gerast í dag. Tilfinningin er bara, hérna, að léttir og allt það, sko, en ég er ekkert eitthvað með tárir í augun. Ég þarf að... Það er hérna með bláu strykunum, þetta er hérna, það heitir rétt á róla þessa bæri.
Svona gengur þetta. Það fyrir að fækka. Það er eftir hérna. Það eru sko 70 gripir farnir. Nú þegar, það eru eitthvað í kringu 50 sem er búið að lofa. Svona hér bil og þá er eftir svona sem er ekki farið að vinna í svona í kringu 60. Þetta voru tæpið 200 þessar á svæðinu sko, tveimur bæjum. Vífilsmýrum líka. Eða alltaf öðru klukkan 6 á aðfangadag. Þá var afstöð hérna eitthvað. Farið glussaslangar eða eitthvað. Þetta bara síðasti slátturinn á vöðum og hérna ég hef þú einhvern tíðan að slá fram úr sko þegar það var verið að slá með orfi í galda þannig nú er ég bara að slá fram úr og þá get ég fara að selja þessa vélar sem ég ætla að auglýsa og nú nota ég ekki meir það er bara svart. Og fólki líka sem maður er búinn að vera með hérna bara í sveitinni og kynnast í nágrenninu. Auðvitað á maður eftir að sakna þess að umgangast ekki fólki. Þá erum við að klára síðustu törnina í rúlluskap. Þetta er hérna sem ég var búinn að lofa frænda mínu svona fyrir veturinn. Fyrir hestákinn. Já, við höfum nú verið hérna síðustu 5 árin, eða saman í þessu. Hérna systursonur minn og ég. Þannig að það har nú verið léttara á mér, ég get þurft að sitja allar rúllur. En hins vegar var ég leika fyrir að taka það saman bara þessar aðalvélar hérna sem núna eru sko, hann eru góðin í ykkur 12.000 tíma og hinn í ykkur 5. Það eru 17.000 vinnutímar. Þannig ég hef ekki setið svona 90% að því eða 95. Og þá, ef við deilum því á væri 8 tímar á dag á 365 á ári, þá væri ég búinn að sitja hérna í 6 ár í þessum vélum. Þá er ég ekki að taka vélarnar sem voru til áður. Þannig að þetta er nú alveg komið gott, sko. Ok, þetta er bara okkar. Nú þegar ég snúa Og þetta er okkar systir. Þennan í gamla daga. Sérðu, það eru 2 raðir af alls konar svona. Og hérna, þessi opnast á svo skringin hátt eitthvað. Stútfullur af alls konar. Festum. Ég ætla að gefa þetta allt í dísubúð. Ég er búinn að taka frá það sem ég ætla sjálf að eiga. Þetta er dísubúð. Er það nokkuð annað en að líma gattin? Nei, ekki líma gattin! Já, þetta er bara orðið fjandi passlegt. Það verða núna 1. september sem kemur, þá er akkurat 35 ár síðan að við vorum ábyrg fyrir búrekstrinum hérna. Og það er bara, já, bara fínn punktur til að þetta er bara, eins og ég segi, helvíti gott.